Verið velkomin í spjallarpið Ekkert kjaftæði sem kosninga hlaðvarp Pírata fyrir árið 2021. Ég heiti Atli Stefán Ingvarsson og ég er í 9. sæti á lista Pírata í Reykjavík norður. Glöggjuhlustundur og mjög þunn vennsneið gætu þekkt mig úr tæknivarpinu. Með mér í dag eru 2 Píratar að spjalla og við ætlum að kynnast þeim með hraðaspurningum. Verið velkomin í þáttinn. Byrjum hérna á mjög einfaldri spurningu. Nafn, aldur og búseta. Ok, ég heiti Lenja Rún Taha Karim, ég 21 árs að vera 22 ára í desember og ég á heima á stúdendagönnum. Ok. Ég heiti Björn Leví Gunnarsson. Hvað var spurningin aftur? Svo ég færi í stjórnbála. Ég veit að ég er að taka stjórnbálamanninn. Ég er 45 ára gamall og bý hérna rétt við Laugardaginn. Vonum. Listi og sæti. Já, ég er í 3. sæti í Reykjavík norður. Ég er í 1. sæti í Reykjavík suður. Já. Nánasta fjölskylda. Ætla að segja ekki bara mamma og bræður mínir. Já. Já, 2 yngri bræður. 2 yngri bræður, ok. Hvað eru þeir gamlir, ef ég spyrja? 19 að vera 20 ára og 13 að vera 14 ára. Við eigum öll ammæli rosalega seint á árunni. Já. Ég er giftur búin að vera þannig í ansi mörg ár, 14 ár. Ekki, er ég að tala rétt? Jú, ég er að tala rétt. Við vorum saman síðan 2000, 21 ár, bara 22. Við höfum 2 börn, 6 ára og rétt að skríða í 12 ára núna bara í 2 vikur. Já. Rósa spennandi, bæði komin í grunnskóla, það er laus við leikskólan. Og svo bara þessi svona standardfjölskylda, við erum einstæð móðir og svona skemmtilegt. Ok. Uppáhalds matur. Þetta er erfið spurning. Það er sko kurdískur réttur sem að mamma gerir alltaf. Þetta er þess að trískrón með grandaplum og þetta heitir qudliba tirshi. Já. Spennandi. Elskar grandæfli. Mjög gott. Ég held ég fer bara í kjötsúpuna. Já. Það er mjög einfalt sko. Grónagrautur nefnpæl sko. Já. Klassist. Kótilettur í raspi, þetta er voðalega einfaldur hvað mat varðar en hérna, svo finnst mér líka eþíópískur, já. Gríðarlega góður. Já. Fjall fyrir honum þegar ég var í Bandaríkjunum og svo er alveg æðislegur eþíópískur stöður hérna á Flúðum. Já, einmitt. Það er mjög gaman að fara þangað. Já, ég þarf að fara. Það er allir að tala rosa vel með það. Mæli með því. Hvað heitir staðurinn með það? Mínilík. Lítið lík. Ok. Uppáhalds kvikmynd. Það er annarkvært Breakfast at Tiffany's eða Dark Knight. Ég get ekki valið. Ok, báða mjög góðar. Mjög góðar. Ég held til 2 þá hérna, ég til alltaf History of the World Part 1 til Mel Brooks sem er mikill snillingur og svo verði ég að setja Princess Bride líka. Ég elskar hana. Það er enda góð mynd. As you wish. Já, frábær mynd. Þetta eru 2 frasar as you wish og it's good to be the king og hverju myndinni. Uppáhalds áhugamál. Já. Ég veit þetta hljómar gett asnalega og bara svona nördalega. Mér finnst rosalega gaman að fara í gegnum lagabálka og skoða greinagerðirnar með lögunum. Ok, þannig að uppáhalds spurning sem ég tók út áður við byrjuðum, hún henta þér vel. Uppáhalds lög. Ég var smá svona, nei, hafnaði henni. Sorry. Áttu við Eurovision lög eða Alþingislög? Sko, ef þú svara með Eurovision lagi þá hefði ég alveg tekið við því, sko. Ég er spilanörd, hlutverkaspil, borðspil og svoleiðis. Ok, það var ég að koma með aukaspurningandi þér. Já. Ég er það líka. Hvert er uppáhalds borðspilið þitt? Það er góð spurning. Í augnablikinu er ég dálítið fastur í Gloomhaven. Stór og svona, en hérna... Fórst í Pandemic og meðan í COVID eins og allir? Jú, fyrir Pandemic og við vorum með Pandemic Legacy aðeins, en við gátum ekki spila það á meðan hérna, COVID var í gangi, því að það gátum ekki hist. Einmitt. Þannig að við vorum til dæmis nýbúin að klára sko, Pandemic Legacy áður en COVID var á stað. Öllu vön. Ok, menntun og reynsla í einni setningu. Menntun og reynsla, sko, ég er enda bara 21 árs, þannig ég er á síðast árunum minni í laganámi og reynsla er það ekki bara þessi venjuleg til dæmis störf sem að þú hefur unnið með skóla í gegnum árin og eitthvað svoleiðis. Jú, félagastörf eða... Já, sem sagt, ég var að klára setu mína í Stúdendaraða Háskóla Íslands og ég var í stjórnvöku sem oddvitavöku. Það er svona helst reynsla mín, myndi ég segja, og henta mér rosalega vel í stjórnmálum líka. Já, mjög góð reynsla. Ég sem sagt kláraði master í tölvunarfræði í Brandeis Háskóla
klárað svona í HÍ og slis áður, hef verið í kennaraháskólanum líka, unnið við kennslu, leikskóla, leiðbeiningu, verið sveit, rækju, fiskvinnslu, gangstéttalagningu, byggingavinnu að múra og gifsa og ýmislegt, þannig að ég held þetta að vera einsetning. Takk fyrir þetta. Áttu gældir? Já, ég á 2 ketti, yndislega ketti. Einn heitir Kanye og hinn heitir Thanos. Frábært. Ekki vest. Allt í lagi. Ég átti kött og ketti þegar ég var svona yngri en hérna vegna ofnæmis í fjölskyldu þá eigur engin gældir því miður. Já, ég kannski það. En við elskum hunda, þannig að við eigum 5 hunda svona á lista sem við persum. Já, það er sniðugt. Sem okkur finnst við eiga smá í. Við fáum nákvæmna köttin oft í heimsókn. Það er svona nægilega stutt, þannig að það vekki ekki upp ofnæmið. Frábært. Heyrðu, hægjum aðeins á okkur og ræðum núna eldheit stjórnmál. Og ég ætla að byrja hérna með smá ísbroti. Já. Hver er skemmtilegsti aðilinn í stjórnmálum? Í stjórnmálum? Sko, ég var bara að kynnast fólki í stjórnmálum núna í vor og bara í þessari kosningabaráttu, en ég myndi segja að Halldóra Mogensen er ógeðslega skrautleg. Bara, hún var ekki það sem ég var að búast við. Okay. Sjúklega skemmtileg. Já, ég smjúk gaman að hafa kynstinni núna þessari baráttu. Já, ég hef átt aldrei erfitt með svona að sjá fyrir mér stjórnmálamenn sem skemmtilega glíma við alvarleg mál og svo framvegis, en svona í stærra samhenginu að þá myndi ég alveg tímalust velja Jón Gnarr sem að tröllaði aðeins yfir íslensk stjórnmál hérna fyrir nokkrum árum síðan og mjög góðan og uppbyggjandi hátt, ekki hérna, alls ekki slemman hátt. Þó að mér finnst hann ekkert góður sem grínisti, það bara hvað ég leiðilegur, sko, þá tókst hann mjög vel að gera stjórnmálin áhugaverðir og skemmtilegri þegar hann koma fram með besta flokkin. Já, í sammála því. Já, mér finnst svona með, sko, mína kynslu allan, ég er 83 model og það eru 2 svona hópar í mér, það eru krakkar sem öldust upp á heimili sem tímtaka upp sem Stöð 2 og krakkar sem voru ekki með aðgang Stöð 2. Og þau sem voru með Stöð 2, einmitt, þau elska Jón Gnarr. Þau gotu séð fóstbræður. Og það fólk, sko, ég og vini sem tala í fóstbræðra frösum bara allan daginn, sko. Og þau bara elska þetta. Félagið minn er alltaf að posta bara á YouTube, bara, það gerist eitthvað í líf hans og hann setur það bara í Instastory og svo setur hann klipp úr fóstbræðum sem er bara þetta sem gerist. Þetta er ákveðið kvöld, sko. Mér langar alltaf að vera með í þessu fóstbræðra kvöldi, en ég ólst ekki upp með Stöð 2. Svo er hægt að horfa á þetta einhvers staðar sem, ég á ekki DFT-spilara, ég er ekki að fara að koma með DFT, getur ekki hort á þenni staðar. Ég held að svona bestu klippurnar sé á YouTube allavega. Já, ég er auðvitað að sé hann indræða klippuna, hún er ógeðslega góð. Bankið í opnunum. Ég verð að segja að það sé uppáldið mitt, hérna, þó ég hef ekki í rauninni fylgst með fóstbræðum í heildina, þá hef maður alltaf að sé þessa klippu koma á og til og hún er mjög góð. Já, hún er mjög góð. Allir slæmir, allir sem að segja brandara eru ekki náttúrulega grínistar en hérna, þeim tekst af og til inn á milli að koma með góða brandara og þetta er einn af þeim. Algjörlega. Hver eru ykkar svona heitustu málefni í stuttu máli? Við kannski ræðum allra heitustu betur saman á eftir en hvað svona fyrir breytt yfir? Ok, ég ætla bara að vera með svona simpel upptalningu. Það hlýtur að vera málefni ungs fólks, skaðaminnkun, geðheilbrigðismál og já, ég held að þetta sé auðvitað innflytjendamál líka, bara mín helstu heitustu. Og hérna, við erum með í stefnunum okkar núna að við ætlum að leggja niður útlendinga stofnun. Þú ert líklega all in þar. Ég er svo til í þetta. Mér fannst það rosalega róttækt í byrjun, en svo bara, það er ekki hægt að laga eitthvað sem er ekki hægt að laga. Einmitt. Við erum að Sjálfstæðisflokkurinn gat lagt niður nýsköpunarmiðstöð og nákvæmlega. Það er allt hægt. Ekki verða góð hugmynd af þessu en hérna, þetta er miklu betri hugmynd. Já, þetta er miklu betri hugmynd. En þú, Björn? Ég er langmest í gagnsæismálunum, svona ákveðnu aðhaldi með valdi og það er gagnsæi alveg gríðarlega mikilvægt. Ein spurning. Gagnsæi og gegnsæi. Já. Hver er munurinn? Ég veit ekki. Gegnsætt er eitthvað sem þú serði gegnum og eins og rúður og svo framvegis en gagnsæi þú ert að tala um gögn sem þú ert að sjá. Alltaf, ég hugsaði það þannig. Orðabókarskilgreining getur verið allt öðru síðan. Ég er einu nota gagnsæi. Já, og það er svona nýri sem Píratar hafa búið sér til eða hvað? Ég meina
stjórnmálin töluðu saman og ekkert gagnsæi og upplýsingar skildu hins opinbera fyrir en í rauninni Píratar fóru að lemja það í gegn. Já. Og núna eru meira svo kvenfélag félag sjálfstæðis kvenna í Grafarvogi var að tala skort og gagnsæi. Þetta er alltaf að koma og nú það bara svona herslu munin til dæmis með nýri stjórnarskrá og svona alvöru eftirliti með framkvæmdarvaldinu. Þannig að ég er búin að vera það rosalega mikið. En svo eru bara nýsköpunarmálin eru mjög mikilvæg, þú veist, upp á efnahags framtíð að gera. Framtíðarmál eru mjög hugleikinn. Þar var ég svona fyrstu til þess að svona veifa flagginu með til dæmis þessu kjötrækt sem að einhvað sjávar eða landbúnaðarráðherra ég held að ég vera að tala bara pillur og duft vissi ekki hvað ég var að tala einu sinni og það sem ráðherra er rauninni þess málaflokks sem að kemur til með að glíma við það bara ekkert eftir svo langan tíma það var mjög áhugavert, það var fyrir 2 þingur síðan þannig að núna þetta komið held ég aðeins betur á kortið og hérna var verið að gera grína á okkur hérna, miðflokkurinn var að gera grína á okkur núna í nýlegri færslu, það var mjög fyndið. Já, það sem Sigmundur Davíð stendur í fjósinu. Já, í fjárhúsunum með kindunum og ég svara því einfallega að sjálfbær búskapur, hann verður ef eitthvað bara verðmætari þegar búið að taka frá hérna þessu óheilbrigðu verksmiðju framleiðslu á dýrum til manneldis eða annars og komið kjötrækt þar í staðinn fyrir svona fjölda framleiðsluna þá verður sjálfbær svona búskapur eins og hann almennt séð hérna á Íslandi miklu verðmætur og eftirsóttari þannig að þetta gríðarlega tækifæri í þessu, finnst mér. Já, þú þarft ekki að predika fyrir mig því ég er framkvæmdastjóri Vegangerðarinnar og við erum að reyna að koma hérna á sem sagt ræktun til þess að geta verið með byrgja okkur vantar byrgja til þess að rækta helst á baunir við erum að búa til ferskt íslenskt tempe sem er frægur indónesískur réttur og ég er nú þegar í viðræðum við gróðurhús og bændur í að geta tekið þetta og ég vil miklu frekar þau einbeita sér þessu heldur en að búa til lambakjöti. Þessi tækni getur alveg verið nýst til þess að búa til plöntuprótein líka og ýmislegt svoleiðis og fólk fattar ekki að þessi framleiðsla er því líklega aðalega notuð í ræktun á dýrum jafnvel. Merkilegt nokk. Jafnvel bara gæludýrum þess vegna það er rosalega mikið af framleiðslu, kjötframleiðslu sem fer í rauninni bara til gæludýra. Já, það mikið sens. Já. Ok, hver er ykkar fyrsta reynsla af stjórnmálum fyrir þú, Björn? Ég lendi í því þegar ég var 17 ára og byrja að pæla í fyrstu alþingiskosningunum 95 þegar ég ætti að fara að kjósa og var stættur á svona fyrirparti fyrir sveitaball og þar var stjórnmálaflokkur með að bauða upp á bjór fyrir gesti og gangandi allt niður í 14 ára krakka ódýri bjór ef þú skráðir því í flokkin mér fannst það mjög áhugavert og skildi ekki alveg hvað skrás í flokkin þýddi og spurði bara þann sem var að taka móti peningum fyrir bjórinn og skráningum í flokkin hvað þýddi það að ég þarf að kjósa flokkin í kosningunum og svo var ég bara bláköld líð og bara já hvorki meira enn minna ég bara dálítið stoltur af svona 17 ára sjálfum mér að það var sagt bara já nei takk ég sleppi því bara og sleppi því að kaupa óður en bjór og ég er bara góður það var bara stuð án þess ég ætla að pæla hans betur í þessu. Já, vel gert. Ég mitt fekk það svolítið fyrirspurn þetta þegar ég var að reyna að fá fólk til að skrifa undir meðmæli fyrir framboðið og þá fannst það að vera kommitta í það að kjósa okkur og ég nei, þetta er bara svo að við getum búið okkur fram og tekið þátt í lýðræði. Fólk getur verið skráð í alla flokka, það er engin skuldbinding við neitt að vera skráður í stjórnmálasamtök. Já, frábært. Já, fyrir utan náttúrulega að þú lendir alltaf í spami. Jú, svo sem enn, það er ekki skuldbinding. Þú fer vist aldrei að listanum yfir Valitl. Það var eitthvað erfitt, þú þarft að afskráði á mörgum stöðum. Já, einmitt. Haka í allt saman. Já, ef svo, já. En já, Linja? Já, mín fyrsta reynsla í stjórnmálum var í alþingiskosningunum 2017. Ég var búin að vera að mynda mér skoðanir og ég var bara búin að vera að fylgjast með stjórnmálunum og bara frá því 2016 sem ég flytti aftur heim til Íslands. Og ég var meira mjög mikil talskona einhvers eins flokks sem við ætlum ekki að nefna. Svo bara koma því. Við höfum öll verið þar. Ekki nákvæmlega þar kannski en einhverjum öðrum flokkum. Já. En svo kom ég mynda kjördag og ég gat ekki kosið að ég á afmæli í desember og alþingiskosningarnar voru í loka október. Já.
og þetta var bara svo ótrúlega súrt, þetta var svo ótrúlega stutt í afmælið mitt, þú veist, mánuður og ein vika eða eitthvað og allar vinkonum mínar fóru saman að kjörstað, fóru saman að kjósa og ég þurfti að sitja heima bara eitthvað, já, en ég sem ekki gett sterkur skoðanir, þú veist, það hjálpar. Æ. Ok, ræðum að betur hérna lýðræði og ungt fólk. Við erum með aldursforseta þingflokks Pírata og svo vonandi verðandi yngsta kjörna þingmann í sögu Íslands. Hvað hægt að gera betur þessu? Ég held að svarið sé bara mjög einfalt og það að lækka kosningaldurinn. Ég meina við treystum ungu fólki til þess að skila skattaframtalinu sínu og borga í skatta og akkur getum við ekki treyst þeim til þess að kjósa það sem að þeim finnst rétt og taka þátt í lýðræðinu. Við erum með tillögu það að lækka kosningaldurinn niður í 16 og viðbót við það að það sé einmitt á árinu, 16 ára á árinu. Ef við bara förum í, þú veist, barnasáttmálann þá á að taka tillit til skoðana barna eftir því sem að þau hafa aldur til og ef maður skoða bara aðalnámskrá grunnskóla þá eru hæfniviðmiðin sem á að klára við grunnskóla þá eru þau bara að vera fullgildur meðlimur í lýðræði samfélagi þegar allt kemur til alls og af hverju treystum við þó ekki fólki til þess að byrja að taka þátt í strax. Ég hef mér að tala um að ég myndi vilja sjá 5 ára krakka á þingi. Já. Ég myndi treysta þeim í rauninni betur til þess að hafa bara hóp 5 ára krakka í staðin fyrir alla núverandi þingmenn. Af því að starf þingmannsins þegar allt kemur til alls er að fylgja sinni sannfæringu. Og það þarf ákveðna innlægni í það af því að mér finnst. Og þú finnur ekki innlægara fólk heldur en 5 ára krakka. Já. Bara, ég líka aðdáandi þarna Eli 5, Eli 5 á netinu sem Explain it to me like I'm 5. Þegar að stjórnsýslan þurfa að fara að koma og útskýra það fyrir 5 ára krökkum af hverju hlutinir eiga að vera eins og þeir eiga að vera þá held ég að verði miklu áhugaverðar að stjórnmála umræðinurunni. Ég held samt líka að það ríki einhver ákveðin svona íhaldsstemming á Alþingi og þú veist það allir stjórnmálamenn eða þú veist allir frambjóðandi vilja meina já ég verði ekki þannig þú veist ég ætla að koma róttækum breytingum í gegn en svo leiða maður komin að þing þá þetta maður einhvern veginn í stemminguna, maður hugsa sér nei, þetta er ekki venjan á Alþingi, þannig ég ætla ekki að leggja fram þessa fyrirspurn, þetta lagafrumvarp, þessa þingsályktun en þú veist, það vantar einhvern sem er bara til í að pöggast einhvern veginn og er bara algjörlega er ekki fyrir að detta í þessa stemmingu, þú veist, okkur vantar róttækni og okkur vantar fólk sem stefnir ekki að því að vera eilíðar þingmaður. Nákvæmlega, þetta er alveg hárrétt hjá þér. Ég upplifði þetta nákvæmlega þegar ég kem inn á þing að það er rauninni ætlast til þess að maður hægir sér ákveðin hátt. Það eru fullt að hefðu. Og klæðir sig, þú færst skammir fyrir klæðaburð. Viltu vera í sokkum? Nei, viltu vera í skóm? Nei, takk. Og það er líka mjög eðlilegt fyrir okkur að eftir að við erum búin að sjá þingmenn vera að koma upp í ræðustól í sjónvarpinu, við erum búin að upplifa þetta all okkar ævi. Það er svo eðlislegt fyrir okkur að detta í sama farið. Þannig að stay in our lanes. Já, ég tekið samlinguna með að keyra á Miklubrautinni og það var svona hjólfur í malbygginu sem allir keyra bara ofan í. Þá til að rignir. Þá reyna allir að forðast hjólfurinn. Og rigningin er svona, maður sér hana fyrir sér sem svona, hérna er eitthvað álag í gangi, einhverju vandamál í gangi. Og þá er ekki hægt að fara hefðbundu leiðinar og þægilegu leiðin að keyra bara í hjólförunum. Við eigum alltaf að hugsa þannig. Við eigum alltaf að leita í rauninni annara leiða til þess að gera framtíðina betri. Ekki keyra bara í þægilegu hjólförunum af því að þau skila okkur engu nema bara stöðnun. Dýpri förum. Dýpri förum, samfélag. Já, góða bundur. Eitthvað fleira sem ég vilja koma inn á í dag? Já, þú spyrð. Ég meina, þingmaður. Er það ekki orðið svolítið þreytt orð? Það er svona, veist, hvernig getum við tekið eins ókynja það orð? Þannig að það hendi betur. Það er alveg mjög góð pæling. Það er, fólk er búið að vera að reyna þetta aðeins inn á þingi og kalla þingkona eða þingmann. Já, eða þingfólk eða þingmann með einunni. Já. Og ég held þetta sé alveg sem sagt bara svipað og þessar hefðir, fólk er vant þessu, það er erfitt að breyta eitthvað, þannig að það er auðveldara að gera það þegar við finnum gott orð til þess. Ef við færum í fulltrúi,
það væri nærið í kannski. Fulltrú alþingis. Já, það er náttúrulega búið að vera að nota það fyrir sveitarstjórna fulltrú eins og Baldur bent okkur á hérna fyrir Pírötum. Borgarfulltrúi. Já, borgarfulltrúi. Þannig að það liggur alveg pynt við. Já, stundum líka þegar ég er að skrifa greinar og ég er, þú veist, að skrifa þingmenn. Mér líður bara svolítið skringilega þegar að segja þingmenn. Svo það líka að takla ráðherra. Já. Það er Vá, já, þá segir það ráðherra af hverju. Já. Minister er á ensku, það er ekki svona Kynjað. ekki svona rosalega kynjað. Já. Það er ekki með titli eða þvíum líku. Þannig að það er ýmislegt sem að er rosalega djúpt í menningunni hjá okkur sem er þess verði að hugsa hvort það sé ekki hægt að gera öðru sér því að það hefur alveg áhrif. Alveg mér sér það líka bara í því hvernig þingið er rauninni gamall karlavinnustaður það sem er ætlast til þessi rauninni að það sé einhver heimavinnandi. Og ég líka, þessir titlar eru bara hluti af þessari íhaldsstemmingu sem ég er að tala þú veist, eins og þú sagðir, það hefur verið reynt inn á þingi en það er ekki stemming fyrir því þannig að maður hætti því bara já, hefðinar eru svo sterkar rauninni og það er erfitt að brjótast út úr þeim. Við reyndum á kjörtímabilinu að fá bara vinnutíman á fjölskylduvænni tilfærslu á honum þannig að starfsfólk væri búið bara þegar skólar almennt, leikskólar almennt séu varu búnir og þess að allir gætu tekið þátt í bara fjölskyldulífinu en það er reglulega þingfundir til 8 og þess að það sem það gerir ráð fyrir því að það sé einhver heimavinnandi sem að sér allt það og einhvern veginn svo blinda að sjá ekki aðra möguleika er rosalega sterk. Já, samanlega. Já, takk hérlega fyrir að koma í þáttinn. Ég hvet alla til þess að taka þátt í kosningum 25. september. Sérstaklega vil ég komast upp úr hjólförunum. Og takk fyrir okkur. Takk fyrir. Takk.